Andri, svekkjandi tap í kvöld. Hvernig metur frammistöðuna? Seinni hálfleikurinn var mjög góður, fannst mér. Fengum reyndar þetta mark á okkur í byrjun en síðan tókum við svolítið yfir og sýndum góðan karakter í að pressa þá niður og vorum nálægt í að jafna í lokin en það er erfitt 10-11. Já, einmitt seinni hálfleikurinn er miklu betri hjá ykkur og þeir eru nánast bara nálægt í að jafna. Var ekki svekkjandi að tap þó niðurstaðan í kvöld? Ljósið þess að þið voru miklu betri kannski í seinni hálfleikum. Jú, algjörlega og einmitt við vorum búin að grafa okkur í smá hólu og vorum einu færri en sýndum smá karakter þarna og sýndum að við getum þetta 10-11 þannig að nú er það bara á sunnudaginn að mæta 11-11 og sýna það saman og sækja upp stig. Já, einmitt. Hvað getið þið tekið svona sérstakt jákvætt úr þessum leik? Ég myndi eiginlega bara að segja seinni hálfleikinn. Við náðum að pressa vel og vorum svolítið hugrakir varnarlega þá. Bara stíga hátt upp og taka smá sensa og sýndum að það hentar okkur bara vel. Þannig að ég held að við getum tekið það út úr þessu og nýtt okkur bara fyrir restina af sumrinu. Þú byrjar á bekknum í kvöld. Hvernig er standið að þér líkamlega? Það er alltaf svona, já, stíga í rétta átt og svolítið bara, já, gott fyrir mig að fá þessa hvíld í dag svona aðeins allavega þannig að, já, maður keyrir sig ekki alveg út, tímabilið er langt og núna er að koma smá pása sem maður getur fengið til þess að stíga síðan aftur bensíngjöfuna í botn og koma sér ámælisstand. Þið fáið hérna smá pásu og svo er það Stjarnan úti sem tekur við. Það verður erfiður leikur en þið mætið væntanlega bara brjála þetta leiks, ekki? Já, við verðum að gera það. Takk hérlega.